Nú sest ég okkur Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar hjá Landsbankanum, komdu sæl og blessuð og velkomin. Sælir. Ert þú sammála þessu sem að Árni sagði að þetta væri kannski mestuliti því að kenna að allt væri komið í óefni í útlöndum? Já, ég það. Síðan í bland, eina ástæðan fyrir því að viðbrögðin eru svona sterk hérna heima eru að við erum náttúrulega lítil, en líka þau að það eru svona ákveðnir erfiðleikar á svokölluðum markaði fyrir gjaldeyrisskiptasamninga sem að valda því að kannski krónan fellur hraðar heldur en að maður hefði annars búist við. En þetta er fyrst og fremst út af því sem er að gerast erlendis. En hvað þýðir þetta? Þýðir þetta það að bankar í útlöndum vilja ekki lengur eiga viðskipti við íslenska banka eða bara banka yfir höfuð? Hvað er eiginlega að gerast? Það sem er að gerast er það að traust banka á milli erlendis og allan heim er að minnka eða hefur notið hnekki vegna þess að það kemur hann í ljós að Bear Stearns, sem annars var mjög stór banki, að hann er með erfiðleika sem ekki lágu fyrir. Og forstjórinn þar var búinn að tilkynna fyrir viku að allt væri í lagi, að þeir myndi standa þetta óveður af sér og svo framvegis. Svo breytist staðan á 24 klukkustundum og þeir eru komnir í greiðsluþrot og þeir í raun og veru voru seldir nauðungarsölu. En þetta er akkúrat það sem maður gæti haft áhyggjur af. Allir keppast við að segja að íslensku bankarnir standi bara mjög vel, þetta sé bara allt í lagi, en síðan gerast hlutirnir svo hratt. Gæti það ekki gerst hér? Þetta er einmitt eðli svona fjármálakrísu að hlutinni gerast mjög hratt, en íslensku bankarnir standa gríðarlega vel og sem betur fer voru með mjög góða lausafjárstöðu þegar þetta fór af stað allt saman, en það er aldrei þannig að menn geti staðist hvað sem er. En þeir eru mjög sterkir og það sem menn þurfa að átta sig á er að það er munur á því, þú þarft að vera með sterka eiginfjárstöðu sem þeir eru allir með og þú þarft að vera með sterka lausafjárstöðu, en ef að þú lendir í því eins og Bear Stearns lendi í að mótaðilarnir voru sjálfur veikir og þurftu að loka eða ákvaða að loka á bankan, að þá gerir þetta afar hratt. Og þá skiptir máli að seðlabankar séu tilbúnir eins og Seðlabanki Bandaríkjanna til þess að veita svona lán til þrautavara. En í þessu tilfelli var Bear Stearns bara komin í of mikil vandamál og var seldur, en í tilfelli íslensku bankana þá hræðist ég ekki slíkt. Maður gæti hins vegar lent í því að þeir þyrftu á fyrirgreiðslu að halda varðandi laustfé en ekki varðandi eigifé, þeir eiga fyrir skuldum og öllu slíku. Hvað myndi gerast ef að fólk gerði eins og maður hefur svona aðeins heyrt utan á sér og myndir heila bara fara að taka spariféð sitt út úr bönkunum og fara með það í erlenda banka vegna þess að misti trúnaðinn íslensku? Við höfum ekki séð þetta gerast í lausafjár vandræðum eða í lánsfjárkreppum erlendis að fólk fari út úr heilu hagkerfi. Það gerist á milli banka, skilurðu, og það fara úr breskum banka í breskan banka. Og ég ger nú ráð fyrir að það yrði niðurstaðan hér, því þú getur ekki lagt inn íslenskar krónur í banka erlendis. En þitt mat að því hvort þið opinbera ætti að koma eitthvað að málum núna? Hið opinbera í þessu tilfelli á að tryggja að vegakerfi fjármálakerfisins virki og það er fullt af kerfum í fjármálaheiminum sem að við sjáum aldrei en þurfa að virka til þess að allt sé í lagi. Og þetta er svona maðurinn á bak við tjöldin, það er eitthvað sem heitir stórgreiðslukerfi, það er gjaldeyrismarkaður, það er millibankamarkaður, það er þessi swap-markaður sem ég var að tala um áðan, gjaldeyrisskiptasamningar. Getur þið opinbera gert eitthvað? Og hið opinbera þarf að passa að þetta virki allt og það er einn markaður sem hefur högt undanfarið og það er þessi gjaldeyrisskiptasamningamarkaður og hann er mikilvæg leið fyrir peninga að koma til og frá landinu og þar þyrfti hið opinbera að passa sig betur að fjármálakerfið á Íslandi hefði aðgang að lausufé í erlendri mynt, ekki bara í krónum og til dæmis Seðlabankinn hefur staðið sig mjög vel í að tryggja það að þessi alltaf nótt lausafjór í íslenskum krónum en þyrfti að koma betur að því að hjálpa til með erlenda féð og það er bara svona eins og að byggja vegi og passa að þeir teppist ekki í umferðarhnútum. Þetta er ekki beint hjálp út af erfiðleikum með eignir eða bankarnir standi illa heldur til þess að passa bara upp á kerfi virki og peningar komist til og frá landinu að myndist ekki einhverja umferðarteppur og krónan veikist óþarflega mikið.
Akkurat, við verðum að stoppa hér Edda Rós, við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu og eflaust eftir að hófið þið aftur. Takk fyrir komuna.